Formaður velferðarráðs Reykjavíkur, Jórunn Frímannsdóttir, segir yndislegt til þess að hugsa að hjálparstofnanir komi fátækum til hjálpar nú fyrir jólin. Hún getur ekki gert grein fyrir því hvers vegna borgin komi þessum hópi ekki til hjálpar. Eins og greint var frá í fréttum okkar í gærkvöld framfærslustyrkurinn lægstur í Reykjavík 115.000 krónur á mánuði og til að fá desember uppbót þarf fólk að hafa dregið fram lífið á þeirri upphæð í lágmark 6 mánuði til að fá tæpar 30.000 krónur í jólaglaðning. Ekkert tillit tekið til þess hvort börn á heimilinu. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 39%. Af hverju 6 mánuðir? Ég skal ekki alveg segja til það, en það svolítið viðmiðið varðandi langtíma atvinnuleysi. En nú eins og við vitum öll mikil auka útgjöld tengd jólahátíðinni. Þetta ekki eðlilegt að þetta fólk fengi einhvern jólaglaðning frá borginni sem með þetta lágar tekjur. Já, reglurnar svona og þær skýrar, þær gagnsæjar og við höfum þetta viðmið. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig 1% stigi frá síðustu könnun og hefur endurheimt það fylgi sem tapaðist í könnun Gallups vorið 2008. Það þó nokkuð mörg dæmi þess að sveitarfélög í landinu veita barnafjölskyldum sérstakan jólastyrk sem eyrnamerktur hverju einu barni. Hvernig stendur á að Reykjavíkurborg gerir þetta ekki? Ástæðan Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 39%. Aldrei hafa biðraðirnar verið lengri hjá hjálparstofnunum sem deila vikulega út mat til fátækra borgarbúa. Velferðarkerfi borgarinnar að bregðast þessu fólki? Mér finnst bara yndislegt til þess að vita það sé fólk sem tilbúið að leggja sig fram það að aðstoða þessa einstaklinga sem þurfa að leita hjálpar til hjálparstofnana. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig 1% stigi frá síðustu könnun og hefur endurheimt það fylgi sem tapaðist í könnun Gallups vorið 2008. Og ef til vill syngjandi sjálfstæðishetju með saltfisk í hjartastað. Og ef til vill syngjandi sjálfstæðishetju með saltfisk í hjartastað.